Þá er komið að lestri fyrir meyjuna. Þetta er lestur varðandi samband og ég verð bara að segja það að hérna strax frá upphafi lítur þetta nú bara afskaplega vel út eins og ég sjáið. Hér er par og hér er ást og ég veit ekki hvort að þurfi að segja eitthvað meira en ég ætla nú að reyna það samt. Ég myndi segja að ég sé að lesa fyrir aðila hérna sem hefur augastað á hinum aðilanum. Það er allavega, þeir eru allavega nálægt hverjum öðrum, vita hverjum öðrum og það eru tilfinningar farnar af stað. Hvernig svo sem það endar, við tökum smá á eftir. Annar aðilinn horfir hérna staðfastlega á hinn og það er eins og allt sé upp á borðum. Ef til vill ekki endilega hvað tilfinningar varðar en það sem ég á við er að þessu sambandi er ætlað að verða. Það er nokkuð ljóst. Veit ekki ennþá hvort það sé stutt eða hvort að það verði til frambúðar. Kemur kannski ljós þegar ég tek hérna fleiri spil. En bara frábært kæra Meyja, hvað þetta er skýrt og flott. Ókei. Já, hér þarf að taka ákvörðun. Það er í raun og veru bara það eina sem að út af ber þá eftir að taka ákvörðunina. Kannski er það ákvörðun að tjá tilfinningar sínar eða ákvörðun að segja já eða nei. Það er að koma inn hérna skilaboð sem að frá öðrum aðilanum sem að hinn aðilinn þarf að skoða. Og ekki bíða of lengi. Sko þegar við horfum á þetta héðan þá vitum við að það þarf ekkert endilega að hugsa sér mikið um. En aðilinn sem er í þessari stöðu veit það kannski ekki. Það er allavega einhvers konar jákvæðar, góðar, skemmtilegar fréttir sem koma hér sem þarf að taka ákvörðun og við skulum sjá. Turtildúfurnar sameinaðar. Já, kæra Meyja, hvað segirðu? Er þetta eitthvað sem þú gætir hugsað þér? Fuglarnir eru alltaf fallegt par. Þeir tákna reyndar líka kjaftagang, tákna það að fólk er að tala saman, hittast. Það getur nú verið tími fyrir það núna framundan. Ég held að þetta verði komið inn fyrir verslunarmannahelgi. Mér sýnist bara vera sameining hérna í spilunum og einhver segir allavega já, en hvað verður meira framhaldið veit ég ekki. Þetta er allavega tímabundin sameining. Hvað sem meira verður? Kannski bara nóg til að fara saman í ferðalag. Hver veit? Til hamingju með þetta, kæra Meyja. Ljós og kærleikur.